Við erum mætt að bænum Fremri Nýpur í Vopnafirði og ætlum að kíkja á vínberjaplönturnar í garðskálanum hjá þeim Guðmundi og Hólmfríði. Vínberjaplöntur eru ekki plöntur sem vaxa á hverju strái á Íslandi, en þeim hefur tekist að koma á legg tveimur risavöxnum vínberjaplöntum. Bæði eru þau með mjög græna fingur og hafa alltaf haft gaman á því að stinga niður mismunandi tegundum af plöntum og hafa meðal annars verið með eplatré ásamt fleiri ávaxtatrjám. Til að byrja með voru þau með eina vínberjaplöntu, en eftir að komin var góð reynsla á hana, fengu þau aðra plöntu senda. En hvaðan koma vínberjaplönturnar? Hveragerði? Já, þau komu báðar úr Hveragerði, önnur frá Braga í Eden og hinn frá Ingibjörgu Sigmundsdóttur. Það er garðyrkjustöð þarna sem það er búin að vera lengi og meira segja vorum við leitt svona fyrstu skrefin í Hveragerði því að við áttum þar, byggðum þar hús og vorum komið mjög fallegan garð. Fluttu þið plönturnar með ykkur frá Hveragerði? Nei, við fengum þær sendar eða tengdamamma kom með þær með fyrstu plöntuna. Þegar að skálinn var tilbúin, það hefði nú verið 1 eða 2 árum seinna, eftir við komum hingað. Hann var mjög fljótt byggður. Og var skálinn byggður með þeim tilgangi að það væri vínberjaskáli? Nei. Við ætlum að bara ná í sólina þegar hún gæðist. Sem hefur gerst. Þetta er alveg bara eiginlega ætti að vera við hvert einasta hús á Íslandi, svona skáli. Já, framlenging á sumrinu þá, inn í skála. Við byrjum að setjast hérna í svona einhvern tíðan miðjan febrúar og við förum svona að loka þessu þegar komin október. Þá hefur það alveg komið fram, við höfum alveg farið fram í nóvember eða vel viðrar. Þau segja að plönturnar séu mjög auðveldar í ræktun, að það sé lítill óþrifnaður af þeim og aðeins þurfa að huga að því að vökva þær vel. Engin skordýr sem sækjast í þetta eða? Nei, við höfum alveg sloppið við það. Það var samt svolítið til að byrja með. Það var okkur ráðlegt að mylja magnil og setja það í vatnið og já, það virkaði. Hafið þið einhverja tölu yfir eða kílófjölda hvað plantan er að skila ykkur á haustin? Það er sko mörg kíló. Alveg rosalegt magn. Hún tekur með sinni á elliheimili svona reglulega einhverja klassa og svo er bústaður hérna sem við leigjum út og þau fara mjög oft með einn gesti sem koma. Þau fara venjulega með smá glasa með sér á leiðinni. Nei, við höfum ekki hugmynd um það. Plönturnar lifna við í febrúar og fljótlega eftir að plantan byrjar að laufgast og blómstra er hægt að sjá hvort að uppskeran verði góð. Blómin á plöntunni eru þó ekki skrautleg og falla þau af áður en berin koma. En hvenær er hægt að byrja að borða berin? Það fyrsta í júlí. Já, svona júní. En þetta er eins og þið sjáu, þau eru svolítið misþroskuð og þannig að það væri nú ekki gott ef þau kæmu öll í einu. Það er ágætt að hafa þetta svolítið. En þarf þá að tína klasana af þegar þeir verða tilbúnir eða leyfið þeim að hanga? Já, það er nú með kroppa í þetta bara eftir hendinni sko. Jú, svo eru teknir heilir klasar stundum sko. En börnin og barnabörnin voru mjög upptökin að þessu lengi vel. Svo hafði maður nú áhyggjur af því að þegar þau var orðin svo löng og þau náðu vel upp í að þetta yrði ódrjótt en þetta hefur samt allt sloppið til sko. En er venjan að trén séu svona stór? Eru þau alltaf svona hangandi í loftinu? Nei, það sem þetta er ræktað af einhverju alvöru að þá er þetta bara kannski metir. Við erum ekki lyft lengra og það er nú sjálfsagt bara út af því að það er náttúrulega engin leið að sinna þessu almennilega með þessu lagi sko,
ekki til þess að framleiða eitthvað. Nei. Þannig þið þurfa að vera duglega að halda plöntunni í skefjum og klippa af henni og svona. Já, það koma sprotar út úr við blöðin. Ef að búið að taka framan af henni sem við gerum þegar að komin vínberja klassi og svo verður maður að passa að það kom ekki, vaxa ekki út úr öllum stilkonum. Já, þannig að hún myndi vaxa bara stjórnlaust ef hún fengi leyfi til. Já, það er mjög mikill vöxtur á þessu. Já, mikill vöxtur. Þau segja að plönturnar séu ánægðar með hversu langur sumardagurinn á Íslandi sé og þau þurfi ekki að hugsa fyrir því að hita upp garðskálann á sumrin þar sem hann heldur hitanum frá sólinni vel yfir nóttina. Á veturna notast þau við einn ofn til að halda skálanum frostlausum en plantan fellir laufin og leggst í dvala yfir myrkustu vetramánuðina. En þið hafði aldrei hugsað að fara að brugga úr þessu vín eða svoleiðis? Ég get viðurkennt að ég gerði þetta einu sinni. Já. En það var af því að það var mjög þokusamt sumar og þau þroskuðust ekki nógu vel og ég átti náttúrulega að vita það að það er vonlaust að gera gott vín úr óþroskuðum vínberjum. Þannig að þetta var held ég aldrei drukkið.